Jóhann Kristinn Gunnarsson, velkomin Jói. Jói, nú anda suður í sæla og blæsa okkur hlýjum vindum að sunnan. Hressilega. Hvernig leggst morgundagurinn í þegar Selfyssingar komu í heimsókn? Bara mjög vel, við erum búin að vera í smá pásu núna og þurfum að ná fókus aftur og mér líst bara mjög vel á að fá heimaleik og það er bara fyrir löngu komið tími á heima sigur á þessu tímabili. Við höfum ekki séð það ennþá, þannig að það skiptir ekki máli hverjir eru, það eru Selfyssingar og við verðum bara að taka fyrsta heimasigurinn okkur á móti þeim. Jói, það hefur nú lofað við okkur lengi vel að vera svona frekar hryssingslegt veður þegar við erum með heimaleik, en það horfir nú vel núna, spáir vel. Já, það verður fínt veður, það verður ekki þessi kuldi sem hefur verið svolítið svona bæði í okkur og í veðrinu og ég vona að við bara fylgjum hittastíðinu hvað þetta varðar. Ég veit að Selfoss koma grimma til leiks og þær eru með mjög vel manna lið og skipulagt og færan þjálfara. Þannig að þær verða mjög erfiðar. Þær eiga frábæran síðasta leik skilst mér og það sem IBVF var bara hreinlega heppið að sleppa með 3 stig frá þeim. Þannig að við megum ekki vera mennina helvítis værukærð og vitleysu, við verðum að vera tilbúinir að mæta af alvöru og ætla að taka þessi 3 stig heimavelli. Við erum að hafa fyrir hlutunum þó við séum Íslandsmeistari. Það er nefnilega málið, það er alltaf nýr leikur, það er bara þannig. Þó að við heitum ennþá að vera Íslandsmeistarar, þá skiptir ykkur máli. Það er alltaf nýr leikur, nýjar 90 mínútur til þess að þurfa að vinna. En Jói, þið gerðu góða ferð í síðustu umferð suður og skelltu Þrótturum 4-1 og það hlýtur nú að gefa stelpunum byrjundum á vænginn. Já, það gerir það, eins og sé við erum að koma á langri pásu og það er náttúrulega líka og við þurfum bara að ná fókus aftur. Það er auðvitað gott að klára þessa leiki á útivelli líka, við gerum það í fyrra og við erum búin að vera að gera það núna. Þannig að við verðum að fara að taka 3 stiga gírinn á heimavelli líka og síðasti leikur skiptir bara nákvæmlega engu máli, hann er búinn, nú er bara verkefnið á morgun sem skiptir öllu. Og það telur heldur ekkert hvernig leikinni fóru innbyrðis milli Þór K.A. og Selfoss í fyrra, þetta er bara nýtt verkefni. Það er bara svo fjarri því að það skiptir nokkru máli, það er einmitt máli. Við verðum að fara að kúpla okkur út úr því að eitthvað sem er í baksýnisspeglinum skiptir máli. Eina sem skiptir máli er bara næsta verkefni, 45 mínútur framöndan og næsta mark sem þarf að skora. Jó, ég hef trú á okkur og gangi ykkur vel á morgun. Það er fyrir sömuleiðis. Við erum hér með það systur, Örnu Benni og Gíu Valgeir Harðardætur. Stefnir hvað ætla að gera á morgun? Við ætlum að ná í 3 stig bara. Ég sagði Jóa áðan, loksins stefnir í að við fáum gott veður á heimaleik. Er það þá ekki upplagt tækifæri til þess að fara að krækja í fyrsta sigurinn á heimavelli á þessu tímabili? Það er bara nauðsynlegt. Það er bara, kemur ekkert annað til greina heldur en 3 stig á morgun. En segi mér svona, hvernig nú var sigur í síðasta leik og flottu útisigur 4-1 á móti Þrótturum. Hvernig var sá leikur svona í heildina? Hann var bara fínn myndi ég segja. Það var svolítið, við stjórnuðum leiknum alveg. Þær voru svo sem ekkert, þær voru aðalega að pakka í vörn og svona og þéttu pakki fyrir fram marki, þannig að við náðum ekki að koma á marki og svo slysast þær til að skora eitt á okkur en það eiginlega var kveikjan í það að þá urðum við ennþá svona gráður í markið og þá kom þetta bara að sjálfu sér að við vorum svo sem með leikinn í höndum okkar allan tíman. Við þurftum bara að klára færin og nýta okkur, velja réttu leiðinnar. Og það var svona líkt í þeim leik eins og aðstæðunum núna, rok. Þannig að ekki vona að vera í logn á morgun þegar Selfyssingar koma í heimsókn. Við verðum að vona það, en annars hann er búin að vera rok núna bara alla vikuna. Við erum vanar að spila þannig allan æfingum, en við vonum að koma í logn og við getum spila skemmtilega fótbolta á morgun. Erum menn nokkuð að velta sér upp úr? Það er nóg að náttúrulega þær eru náttúrulega auðvitað sýndveið en ekki gefin og þó að við höfum farið illa með þær í fyrra þá er það eitthvað sem að þær sjálfsagt koma til með að hafa á bakvið og reyna að koma í veg fyrir eitthvað svona gerist aftur. Já, algjörlega. Við þurfum að bara mæta alveg rosa einbeittir í þennan leik af því að eins og þú sagðir, þær komu örugglega dýrvitlausar og ætla að hefna sín fyrir 9-0 sigurinn í heimavelli fyrra en ég meina þetta er bara nýr leikur og við þurfum bara að undirbúa fyrir það, við hugsum bara 1 mark í einu, næsta mark.
nýtt markmið og nýr leikur og ný áskorun og þeir eru tilbúnar? Við erum tilbúnar, algjörlega. Stelpur, ég sé bara gangið ykkur vel. Takk fyrir. Takk hérlega.